Ég heiti Tóni Gerstin Sørensen og ég hjúkrunarfræðing og starfa á göngudeild barna á Barnaspítala Ringsins og starfa í einnig fyrir Astma- og ónæmisfélagi Íslands. Mikael Klausen heiti ég og barnalæknir og barna-og-ónæmislæknir. Ég heiti Sigurveig Þóra Sigurðardóttir. Ég barnalæknir í grunninn og ónæmis- og ónæmislæknir þar ofan á. Og sem stendur ég yfirlæknir á ónæmisgöngudeild Landspítalans. Ég heiti Fríða Rún Þórðardóttir, ég næringarfræðingur á Landspítalanum. Ég einnig formaður Astma- og ónæmisfélags Íslands og ég hef verið það í svona hátt í 15 ár. Astma- og ónæmisfélag Íslands var stofnað með það markmið að styðja við þá sem eru með fæðuofnæmi og óþol og einnig önnur ofnæmi. Þetta er ekkert bara fæða, þetta er líka ofnæmi sem snýr að gróðri, dýrum. Helsta munurinn milli fæðuofnæmi og fæðuóþol liggur í að ofnæmi er ræsing frá ónæmiskerfið en óþol eru viðbrögð í meltingarveginn. Í fæðuofnæmi þá hefur líkaminn myndað mótefni gegn einhverju ákveðnum fæðuþætti, til dæmis eins og jarðnetum eða hveiti eða fisk. Þá ræsist ónæmiskerfið og þú færð öll þessi einkenni sem að fylgja fæðuofnæminu. Hins vegar þegar er að ræða fæðuóþol, að þá er það oftast þannig að annarkvort hefur líkaminn ekki efnahvata til að brjóta niður þessa fæðu sem að þú borðar eða þá að það eru lífræn virkefni í matnum sem að gefa þér þá þessi einkenni. Og fæðuóþol er yfirleitt aldrei lífshættulegt. Það er vissulega óþægilegt en það er ekki lífshættulegt eins og fæðuofnæmi getur orðið. Við getum skoðað hvort viðkomandi er með ofnæmismótefni gegn ákveðnum fæðu með húðprófum eða blóðprófum og ef við erum í einhverjum vafa þá getum við alltaf gert svokallað áreitipróf eða þolpróf. Þá kemur fólk inn á spítala og við gefum þeim hreinlega fæðuna sem spurningin er Fæðuóþol er ekkit auðvelt að greina. Það er engar svona sértæka rannsóknir að þú getur tekið, að þú getur sagt þetta er fæðuóþol. Sagan í bæði óþoli og ofnæmi skiptir öllu máli. Við viljum fá sögu einkenni sem að þá væntanlega koma þegar viðkomandi er að borða einhverja ákveðna fæðu og það endurtekur sig þá þegar að fæðunar er neitt næst. Þannig að það er endurtekin einkenni. Komi maður að einhverjum sem er í bráða ofnæmiskasti þá þarf sjálfsögðu að leggja hann niður. Það er gott þess að fá blóðflæði meira upp í heilann og lyfta upp fótunum. Þetta er svona standard meðferð við slíkum aðstæðum. Og síðan ef þetta er eitthvað sem er þekkt að hann er með fæðuofnæmi þá er hann örugglega með adrenalínpenna sem maður sjálfsögðu á að gefa eins fljótt og hægt er. Og þegar er búið að gefa pennan þá hringir maður á sjúkrabíl. Fæðuofnæmi hefur verið rannsakað í börnum hér á landi og þar eru 3% barna með ofnæmi fyrir einhverju fæðu. Og sama er að segja skólaaldur og þá getum við reiknað með því að sé sirka 1 krakki í hverjum bekk hugsanlega með fæðuofnæmi. Tíðni fæðuóþols er ekki eins skýrt og ef við tökum bara mjólkuróþol þá er tíðni þess sirka 30% í Evrópu. Hjá litlu börnum eru bara töluvert miklar líkur til þess að þau losni við ofnæmi fyrir eggjum eða mjólk. 80–90% þeirra losna við þetta á fyrstu svona 2–3 árunum. Aðrir ofnæmisvakar þetta fer eftir hvaða prótínum er að ræða. Ef það er til dæmis hnetur eða fiskur og þá er sjaldnar að það eldist af. En samt er alltaf 20% sem að losna við þetta ofnæmi líka. Þannig að það er nauðsynlegt að fylgja því eftir og sjá hvort að næmingin breytist. Það er algengast að sjá fólk fá útbrot til dæmis eða bjú í húðina. Það getur farið að hósta, það getur orðið óglatt,
fengið uppköst, jafnvel niðurgang. Og síðan getur komið einkenni frá öndunarfærum, bæði astmi og hvæsuöndun og líka innöndunarerfiðleikar eða verið bólga í barkanum. Ef fólk fær einkenni frá 2 líffærakerfum, þar segja það vorum að hugsa húðina, öndunarfærin og meltingarveginn. Maður gefur ekki EpiPen eða bara til dæmis útbrot. Maður vil sjá aðeins fleiri einkenni. Fólk er til dæmis með útbrot og fer að kasta upp, þá komin ástæða til að gefa EpiPen til dæmis. Ef að fólk er með alvarleg öndunarfæri einkenni, að þá gefur maður líka EpiPen. Ef að fólk fær einkenni þess að vera með mjög lágan blóðþrýsting, að þá gefur maður EpiPen. En yfirleitt þannig að maður fer að hugsa út í það hvort maður eigi að gefa adrenalínpenna, að þá yfirleitt komin ástæða til að gera það. Eftir greiningu þá getur verið svolítið sjokk að vera búin að fá þessi fréttir að barnið þetta með kannski bráðaofnæmi og þá fyrir að læra á og takast á við því með því að vita hvaða matvörum á barnið ekki fá, læra að lesa innihaldslýsinga. Þú fyrir að gerast sérfræðing á þetta svið fyrir barnið og talsmaður barnsins síns með því að hafa sambandi við leikskóla, skóla, frístundaheimili og aðra sem að annars barnið þitt. Innihaldslýsingar á matvælum eru í rauninni bundnar í lög og reglugerðir og þegar innihaldslýsing er gerð þá hún settur með sérstökum hætti sem að byggir á því að það sem mest af kemur fremst og það sem minnst af kemur aftast. Það hefur samt ekkert það að segja í rauninni magn ofnæmisvaldana, hvort þeir koma fremst eða aftast. Það sem skiptir náttúrulega máli fyrir þá sem að mega ekki borða vissar fæðutegundir, að það sé ekki til staðar í matvælinu. Þannig að hvorki sem það snefill eða eitthvað þess áttar, það þarf alltaf að vera alveg á hreinu að matvælið sé hreint. Ef að ofnæmisvaldurinn eða óþolsvaldurinn er til staðar, þá þarf annaðhvort að skrifa það með hástöfum eða feitletra. Og við ráðleggjum svolítið bara það að vera með bara einfalt eins, velja svona það hráefni sem er bara sem einfaldast. Vera með sem fæst innihaldsefni. Það getur líka hjálpa manni töluvert og náttúrulega sérstaklega ef fólk er með fæðuofnæmi fyrir mörgum hlutum eða óþol, að þá getur það hjálpað heilmikið. Ég myndi ráðleggja þeim sem nýgreindu með ofnæmi og óþol til að efla sjálfstraust að leita sér aðstoð ef þetta er eitthvað sem þeim finnst mjög erfitt. Ofnæmislækna, heilbrigðisstarfsfólk eins og næringarfræðinga og hjúkrunarfræðinga býr við þekking til að geta hjálpa þig áfram í því. Og þú fyrir að geta lifa með ofnæmið á þann hátt að þú ekki að ræðast aðstæðu. Þú á að geta fara inn í aðstæðu alltaf og finna ef þú sé öruggt og vita hvernig þú á að bregðast við ef það er aðstæður sem þú treystir þig ekki í. Einstaklingin með ofnæmi og óþol þurfa að setja matvörun upp í sig til að fá þetta bráða ofnæmiskast sem allir svo rættu við. Og langt flesta geti alveg vera innan ofnæmisvakan án þess að fá ofnæmisviðbrögð. Þannig einstakling sem með sérfæði sem má ekki borða hvað sem þá getur vera áskorun að fara með öðrum út að borða, fara í vettvangsferð, láta aðra vita að þau má ekki fá hitta þetta í afmæli og svoleiðis. Þannig áskorun að aðra þurfa líka að taka tillit til hvað þú með ofnæmi fyrir og þú getur kannski ekki borða allt. Þú fyrir kannski að koma með þín eigin mat með þér ef þetta fjölþætt ofnæmi og marga fæðutegundir sem má ekki borða. Og þú fyrir líka að hafa í huga að þegar matur eldað fyrir því að það ekki svo kallað krossmitt á milli. Og það eins og áhöld sem að nota í einhverja mat má ekki fara í áhöld sem matinn sín útbúið með. Þrif á pottum og pönnum og öllu þessu þarf að vera mjög gaumgæfileg, að huga vel að öllum góðum þrifum.
loka vel umbúðum með bara klemmum og þess aftar svo það verði örugglega ekkert smit. Mesta áskorun sem ungmenni örugglega að vera ungmenni og ekki vilja vera öðruvísi en öðrum. Það töluverð mikil sálfræðileg pressa á viðkomandi að hann náttúrulega alltaf hræddur við að fá óvart matinn sem að hann hefur ofnæmi gegn. Og það gerir þetta svolítið erfitt þegar þú þurfa að opinbera að þú ert með ef þetta er sérstaklega bráðaofnæmi. Að því þá þarft þú að treysta á að aðra í kringum þig getur bregðast við ef til slíkt kemur. En að þú líka treystir að matur sem þú kannski boðin í ekki innihalda matinn sem þú má neyta. En áskorun að vera búin að sætta sig við sitt ofnæmi og lifa með því og vera opinber með þetta. Astma- og ónæmisfélag Íslands hefur margþættan tilgang en svona helsta auðvitað þessi bara daglegi stuðningur við fólk sem annarkvort með ofnæmi sjálft eða aðstandandi og við höfum í gegnum tíðina svona reynt ýmsa leiðir. Það náttúrulega þessi típiska heimasíða á .is. Við erum með blaðið okkar sem við gefum út að minnstakosti einu sinni á ári. Við höfum verið að láta gera bæklinga í samráði við ýmsa lækna sem sérhæfða lækna þá og fræðinga á sínu sviði. Síðan höfum við verið með alls konar námskeið. Við höfum verið með hópa í gegnum tíðina og stefnum að því að vera alltaf á hverju ári með allavega 2 fundi fyrir foreldra þar sem að þeir geta svona foreldrahópa, þar sem að foreldra geta komið og rætt bara hvað þeir eru að stríða við. Við höfum fundið fyrir aukna þörf á þessari fræðslu og það að fara bara hreinlega inn í skóla og leikskóla með bara frá okkar starfsmaður fer þá þar inn og kennir bara ýmislegt sem að snýr að bara til dæmis að nota EpiPennan, það svona stóri þátturinn sem að fólk oft óöruggt með og einnig að bara svona taka samtalið, bara hvar eru við stödd, hvert vandamálið og svo líka leggjum við mikla áherslu á það að tala við foreldra. Þeir eru sérfræðingar í sínum börnum, þannig að tala við þá, fá svona aðeins hjá þeim hvað er gott að hafa í matinn þegar svona og svona hvernig fá jafnvel uppskriftir og margir foreldrar eru bara mjög jákvæðir á að deila þessum upplýsingum. Þessi skóli, frístund, íþróttafélög og annað svona tómstundastarf þarf auðvitað að hafa í huga bara þetta góða samtal við foreldrana. Foreldrarnir, þeir náttúrulega eru þeir sem að stýra svolítið umræðinni og þeir geta auðvitað bara verið hjálplegi með því að veita góðar upplýsingar. Það þarf að passa náttúrulega upp á EpiPennarnir að þeir séu til staðar fyrir þá sem þurfa að vera með slíkt, að það sé penni í skólatöskunni, það sé penni á stað í skólanum eða stöðum í skólanum þar sem vitað þeir mega ekki verið inn í skáp, þar sem þeir eru læstir inni. Við höfum engar öruggar rannsóknir það að fæðuofnæmi að aukast svo umtalsvert hjá Íslendingum, en hins vegar eru rannsóknir erlendis frá sem að sýna það að fæðuofnæmi almennt í heiminum að aukast og það átti reyndar einnig við aðra ofnæmissjúkdóma eins og astma og eksem, en í þeim löndum þar sem að velferðin meiri en öðrum þá hefur svona orðið jafnvægi á aukningu á þessum ofnæmissjúkdómum. Við höfum náð mjög góðum árangri með afnæmingum hjá þeim sem eru með frjókorna ofnæmi og það töluvert gert að því hér á Íslandi. En hins vegar hefur þetta ekki gengið eins vel með fæðuofnæmi og það hefur gengið svona vægast sagt brösulega, en á síðustu árum þá hefur verið komið inn líftæknilyf sem verið að nota núna með afnæmingu á fæðu
og það hefur sýnt sig gefa betri árangur þó að okkur hefur kannski ekki tekist að lækna alveg fæðuónæmi, það gengur mun betur og ég held að í framtíðinni verður þetta kannski eitthvað sem skiptir máli fyrir þá sem eru með fæðuónæmi.